Höldum áfram með jöfnureikning. Hér sjáum við að við erum með dæmi þar sem að 5 er fyrir utan sviga og inn í sviganum er x mínus 1 og þetta er jafnt og 4x mínus 9. Okkur er samt ætlað að finna út hver talan x er. Þannig að eins og alltaf þá þurfum við að byrja á að fella niður sviga, sem þetta reikna út úr svigum. Og svo skulum við færa x-in saman og þekktu stærðirnar saman. Þannig að við skulum byrja þá á sviganum sem við sjáum. Við sjáum að þetta er 5 sinnum þessi svigi, þannig að þá margföldum við allar stærðir inn í sviganum með 5. Þannig að við byrjum þá að fá 5x mínus 5. Og svo kemur bara jafntomerkið og við skrifum aftur upp það sem er nú þegar hægra megin, 4x mínus 9. Og þá er komið að því að setja x-in saman. Ég er með 5x hérna og ég ætla að færa þessi pluss 4x yfir jafntomerki. Og við það þá er þetta mínus 4x jafnt og. Við sjáum það að ég er með mínus 9 hérna. Það fer ekki neitt, það verður á sínum stað og ég byrja að skrifa þá tölu. En aftur á móti ætla ég að taka þessa mínus 5 hérna og færa hana hérna hægra megin. Og við það breytist formerki á henni, þannig að hún verður pluss 5. Og 5x mínus 4x, ég einfalda þetta, það gefur mér x og þetta er það jafnt og mínus 9 pluss 5 er mínus 4. Þá er ég komið með svarið mitt. X er jafnt og mínus 4. Í næsta dæmi erum við með 2 sviga, þannig að sikkur svigin og einn þeirra er þá vinstra megin og hinn er hægra megin. Og eins og áður, þá byrjum við einfallega á að reikna upp úr svigum. Þannig að hérna fæ ég 5x mínus 15, þegar ég margfalda stærðirnar inn í sviganum með 5. Jafnt og, ég geri sama hér, ég fæ þá 4x pluss 4. Næsta skref er sem að koma x-unum hérna vinstra megin. Ég er með 5x hérna. Ég ætla að færa þessi pluss 4x yfir í afturmerki. Þau breytast þá í mínus 4x. Þau eru jafnt og. Ég er nú þegar með pluss 4. Breytist ekki neitt, þannig ég byrja að skrifa hann. En ég ætla að færa hérna mínus 15. Alveg hérna hægra megin í afturmerki og það verður þá pluss 15. Einfalda x-in og 5x mínus 4x er 1x og 4 pluss 15 er 19. Og þá er komið svarið þar.